Ég heiti Þórdís Helgadóttir og ég var að gefa út skáldsöguna Lausaletur. Lausaletur pínulítil og málheild. Það segir frá tveimur pínulitlum persónum sem að vinna á litlum vinnustað. Sagan gerist á einum sólarhring og það er hellirigning. Borgin mannlaus. Þau sitja þarna tvö innan gamlar prentvélar í stybbu. Því að þessi vinnustaður safn helgað prentlistinni. Og persónurnar tvær sitja uppi hvor með aðra eins og maður gerir á vinnustöðum með eitthvað framandi fólk og mynda svona eins og ákveði vinnuhjónaband. Það verður svona áhugavert samband þeirra á milli. Þau eru svona eins og föst á þessum fleka í mannlausri borg vegna þess að það geisar heimsfaraldur. Það er dularfullur nýr, ókunnugur sjúkdómur sem virðist leggjast á heila og taugar í fólki. Þau eru ekki sjálfhrædd en það er svona vofir yfir ákveðin svona hræðsla og sjúkdómurinn hefur verið að breiðast hægt og rólega út og virðist vera komin í borgina. Svo ætla ég ekki að spoila. Titillinn Lausaletur vísar í uppfinningu Gutenbergs. Þessi litli kubbar úr blýblöndu sem raðað í mót og þannig þetta að prenta blaðsíðuna og nota letri aftur og aftur í staðinn fyrir að steypa heila síður. Kannski eru einhverjar vísanir þarna, lausaletur, vísar kannski í menningu sem að leysast upp eða ritmálsmenninguna. Og svo ákveðin lausung náttúrulega í leikur í loftinu, þessari dularfullu borg. Hlakka til að heyra hvað lesendum finnst þessa bók. Hún ólíkindatól, hún æsispennandi, thriller mannlega siðmenningu og mannlegt eðli. Forlagið.